Hér hefur við þar ungu knattspyrnukonur, A-landsliðskonur, Arna Sif Ásgeirsdóttir sem var nú leikmaður Þór Káa, skrappi Víking, þar að segja Val, og Söndru Maríu Jessen. Stelfur, hvernig að mæta á landsliðsæfingu á Akureyri í Boganum? Það alveg rosalega gaman og það eitthvað sem allavega ég hef ekki gert áður, þannig að mér finnst það rosalega skemmtilegt og líka gott fyrir stelpurnar bara að koma eitthvað annað á landið held ég. Það er náttúrulega ekki skrítið og sé nýtt fyrir þig að æfa hérna í fyrsta skipti í Boganum með A-landslið. Þetta fyrsta skipti sem A-landslið að æfa hérna? Já, þetta fyrsta skipti sem A-landslið að æfa, en það hafa oft verið æfingar hjá yngri landsliðunum hérna fyrir norðan. Norðurparturinn af landinu hefur æfa hér, þannig að þetta fyrsta skipti sem A-landslið hérna og það rosalega gaman að fá að taka þátt í því. Það er gaman að brjóta þetta upp, Arna, og fyrir þig að koma svona heim og geta skroppið í mat hjá mömmu. Já, það er bara mikilvægt að prófa að skipta umhverfi og prófa nýja hluti og það er bara leiðum maður kemur hingað, það er eitthvað í loftinu, það er svo gott að vera hérna, mér finnst þetta frábært sko. Mér skilst að freistið sé að gera fullt af nýjum hlutum, brjóta upp herbyggjaskipan og annað svona til þess að hrista eitthvað betur saman. Já, við erum að prófa bara mikið af nýjum hlutum, þannig að við ætlum okkur stóra hluti á þessu móti og þá þurfum við að finna hvað hentar okkur best og hvernig okkur líður best til þess að geta framkvæmt þetta eins vel og hægt er, þannig að það er bara fínt að nota tíma núna til þess að prófa. Landslið kvenna er ekkert að fara í fyrsta skipti á EM, en liðið kann þetta, en kemur gott gengi karlalandsliðs á síðasta ári og húið hér á hverju einasta götu horni, kemur þetta ekki til með að peppa ykkur? Jú, klálega, þetta bara eflir viljan til að ná lengra og ég held að verkefni eins og þetta eflir bara samheldnina í liðinu og kannski stíga pínu út fyrir þægindaraman og eins og að segja með öðrum í herbyggi og öðrum að leysa skemmtilega verkefni saman, þannig að þetta er góð byrjun á árinu og við ætlum að toppa í sumar á EM. Og svo gaman að sjá að það er fullt af ungum knattspyrnustúlkum hérna á Akureyri sem að koma og fylgjast með ykkur, mjög margt í Boganum í dag. Já, algjörlega, og það er mikilvægt fyrir þessar ungu stelpur að hafa þessar eldri til þess að líta upp til og hafa fyrirmyndir, þannig að það er gaman að þær gáttu komið og fylgst með æfingu og svona aðeins fengi að sjá hvernig þetta virkar og eins bara að spyrja spurninga, þú veist, við erum búin að fá fullt af spurningum hvernig komst í landslið, þú veist, hvað gerirðu, þú veist, það er gott að fá að heyra þetta, þannig að þetta er bara mjög skemmtilegt að sjá svona marga koma og kíkja á okkur. Hvernig komst í landsliði? Hvernig komst það? Bara með dugnaði og vinnu og þrautsegu held ég, bara samspil marga þætta. Þetta er eitthvað sem við getum allt með í ungu stúlkum að þetta sé eitthvað sem þess verið að stefna á. Já, þú ferð ekkert mikið ofar en þetta í íþróttinni að spila fyrir hönd landsins þíns en þetta er eitthvað sem við mælum með og bara eins og Sandra segir, þetta er náttúrulega samspil margar þátta en bara ef þú hefur gaman að þessu og vill ná langt þá þarf maður bara að fórna og leggja á sig og þetta, þegar þú ert komin þá er vinnan algjörlega þess virði. Og svo náttúrulega líka svona óna það að ekki bara það þessi í A-landslið, þið hafi í gegnum ykkar félagslið meðan þú varst í Þór Káa þá fari allar leið í meistaradeild Evrópu þannig að það er gríðarlega gaman að því líka. Já, algjörlega að fá að prófa bara sem mest í rauninni, að prófa að fara í meistaradeildina og prófa að fara út í atvinnumennsku, spila með yngri landsliðum og A-landslið, það er gaman að fá að taka þátt í þessu öllu. Og Sandra, þú ert aðeins búin að fá að þrifa á Suðureyri til reynslu hingað og þangað og þar menn eru spenntir fyrir. Þú, Sandra, áfram við Þór Káa, ætlar að vera hérna heim í sumar? Já, ég ákvað að vera hérna allavega 1 tímabil í viðbót og ég gerir miklar væntingar til Donna og liðsins í sumar og er bara mjög jákvæð. En eins og ég segi, það er mjög heilbrigt og hollt fyrir alla leikmenn að prófa á fleiri stöðum að spila, þannig að það er alltaf stefnan að prófa eitthvað nýtt. Og spennt fyrir sumrinu? Ég er rosalega spennt fyrir sumrinu, bæði deildinni sjálfri, EM og síðan líka bara sérstaklega með Þór Káa. Sama hjá þér, Arna, þú er spennt fyrir sumrinu, hlakka til að koma hérna með vaðsliði aftur á Þórshöll? Já, það er alltaf gott að koma og það þarf aðeins að lagfæra stöðuna frá því fyrra, en hérna, já, ég er ótrúlega spennt. Ég held að deildin verði gríðarlega jöfn og sterk í ár, það eru mikið að liðin er alltaf að bæta sig og bara kvennafótboltinn er alltaf að verða betri, þannig að einhvern veginn verða allir bara betri í takt við það. Þannig að deildin verður spennandi og eins bara með EM og bara fyrir mann sjálfan og sitt lið, þannig að þetta verður bara mjög skemmtilegt. En þú, Sandra, þú ætlar ekki að láta Örnu komast upp með að leiðrétta þetta sem gerist inn í fyrrasumar? Nei, en ég meina við áttum ekki góðan leika útivelli á móti Val en við áttum góðan leika heimavelli, þannig að spurning bara... Við skiptum þess aðeins á milloka bara og komast að sanga. Spurning þetta verður kannski bara jafn hörkuleikur. Stelpur, ég segi bara gangi ykkur vel og verður gaman að fylgjast með ykkur sumar, Pepsi-deildinni og svo náttúrulega á EM. Já, takk fyrir það.